Við bjóðum næsta fyrirlesara velkomin á svið. Freyr Ingi Björnsson, björgunarsveitarmaður og öryggistjóri vettvangsstjórnar í Grindavík, með erindið gerum ráð fyrir því óvænta í öllum plönum. Hversu langt hægt að teygja sig í átt að árangri á móti mögulegum fórnarkostnaði. Takk fyrir það. Flottur titill á erindi. Forsaga málsins svo að vísaði samband við Landsbjörgu og óskaði eftir einhverjum fyrirlesara til að standa hérna upp í pontu og flytja erindi. Á þeim tímapunkti þótti fínt að það myndi snúast krísustjórnun. Fulltrúar frá Landsbjörgu nálguðust mig og spurði hvort að ég var ekki tilvalinn í þetta og ég sagði já, þess vegna ég hér. Svo fór ég svona að hugsa þetta erindi, hvað það ætti að snúast. Ég veit ekkert krísustjórnun. En ég fann samt sem áður að mér langaði alveg til þess að flytja erindi hérna og raunverulega hnoða saman glærum og set saman og senda á vís og titill erindisins þótti ekki nógu fínn, þannig að þetta varð niðurstaðan. Það sem að mér langar til, titillinn sem ég sendi frá mér var raunverulega áhætta versus ávinningur. Áhætta á móti ávinningi. Það var hreinlega of stutt. Fleiri stafir þýða það sama. Ég ætla sem sagt að tala starfsemi viðbragðsaðila og þá helst björgunarsveita og hvernig öryggismál flettast inn í aðgerðir okkar þegar kemur að vinnu á eða í háskalegum aðstæðum. Ok, ég er búið að tala svolítið gervigreind hérna og ég prófaði hana og ég ætla svona bara að byrja aðeins að rekja viðbragðsaðilar. Við hvað starfa viðbragðsaðilar? Við rekjum það aðeins og svo færum við okkur yfir í björgunarsveitir. Og ég sem sagt óskaði eftir aðstoð frá gervigreindinni og þið hefðu þetta sjá hérna myndirnar sem að birtust ekki hér. Nema hvað. Það munur á starfsemi viðbragðsaðila á móti annarri hefðbundinni vinnu. Sama hvaða nafnið hún nefnist. Nafnið sjálft gefur það væntanlega til kynna viðbragðsaðilar og nú íslenskan bara móðurmálið okkar svolítið gott að þessu leyti að við eigum svona mörg orð sem eru bara gegnsæ. Viðbragðsaðili, það sést bara mjög vel hvað það þýðir. Það einhverjir aðilar sem að bregðast við. Og við hverju þarf að bregðast? Einhverju sem út fyrir normið. Og við þekkjum þetta alveg eitthvað fyrir úrskeiðis, eitthvað sem óplanað, það fyrir eitthvað úrskeiðis. Það hringt í neyðarlínuna, neyðarvörður, aðstoðar í gegnum símann og boðar út mannskap sem mætir á svæðið með sína sérstöku þjálfun og sinn sérstaka búnað. Og það má þannig kannski segja að orðið sjálft viðbragðsaðili sé samheiti yfir nokkrar stéttir sem sinna þessum mikilvægu hlutverkum. Við erum að tala lögreglu, slökkvilið, sjúkraflutninga, landhelgisgæsluna og svo framvegis og svo auðvitað björgunarsveitir. Og það sem ég nú björgunarsveitamaður og stend hérna í pontu sem slíkur þá kíkjum við lauflétt yfir það og vindum okkur síðan inn að kjarna málsins. Ólíkt flestum viðbragðsaðilum eru björgunarsveitir skipaðar sjálfboðaliðum sem einhverra hluta vegna hafa kosið að ganga í lið einhverra þeirra 93 björgunarsveita sem á landinu og samkvæmt heimasíðu Landsbjargar eru þetta 5.500 sjálfboðaliðar sem ávallt eru til taks að nóttu sem degi ef eitthvað bregður út af. Þetta þýðir sem sagt það að venjulegt fólk hefur gefið sig út fyrir að sinna erindum og viðbragði gagnvart leit og björgun á sjó og landi í frítíma sínum. Venjulegt fólk fer úr vinnu sinni, sleppir bíóferð, barnaafmæli til að aðstoða náungann. Venjulegt fólk sem fær ekki greitt fyrir viðvikið, þetta eru sjálfboðaliðar. Afsakið, ég sé að ég gerði hérna smá skissu hérna af því ég skrifaði og sagði venjulegt fólk því að það getur bara ekki verið að þetta sé venjulegt fólk. Þetta
mjög óvanalegt áhugamál. En nema hvað, eðli þessara verkefna sem að íslenskar björgunarsveitir fá í fangið eru náttúrulega eins og ég gerir ráð fyrir að við öll vitum eru mjög margskonar. Við búum á Íslandi, við þekkjum hvaða áskorunir eru fólgnar í því að búa hérna á þessu landi. Mjög fjölbreytt, óþarfi að þylja upp þau verkefni en þau spanna allt frá náttúruhamförum og afleiðingum þeirra, leitað týndum einstaklingum við allar mögulegar aðstæður sem og björgunar úr sjó, snjó, ofan af fjöllum og upp úr sprungum. Smá skrautefni hérna. Þannig þetta er smá svona hetjuræða hérna til þess að byrja með. Allir sem eru á útkallskrá björgunarsveitanna hafa lokið ákveðnum grunnnámskeiðum en síðan má segja að það fari eftir áhugasviði hversu mikla þjálfun og sérhæfingu menn sækja sér. Þá mætti einnig nefna aðra þætti sem kalla á sérhæfingu í búnaði og þjálfun eins og viðvarandi aðstæður, ógnir og hættur á starfssvæði hverrar einingar og þannig sjáum við til dæmis ákveðna sérhæfingu myndast vegna aðstæðna eða ítrekkaðra atvika sem að verða á starfssvæði hverrar einingar. Bara til að nefna einhver dæmi þá á björgunarsveitin á Höfn í Hornafirði sérstaklega öflugan jeppa og mjög virkan og góðan vélsleðahóp og þá það nálægðin við Vatnajökul sem kallar á það. Annað dæmi væri kannski björgunarsveitin á Selfossi sem hefur yfir að ráða straumvatnsbjörgunarhópi með þess háttar þjálfun og þess háttar búnaði og það kannski gefur leið hvers vegna björgunarsveitin á Selfossi hefur þessa þjálfun, þennan búnað. Sem sagt, innan okkar raða að finna gríðar fjölbreytta flóru fræðinga og sérstakra bjarga og bak við sérhæfinguna, sama í hverju hún fólgin, felst vinna, þjálfun, pælingar, æfingar og reynsla. Og þrátt fyrir að vera sjálfboðaliðar, þá státum við okkur nú að því að sýna fagmennsku. Við viljum að það sjáist á störfum okkar, að við ráðum við verkefnin sem við erum að kljást við hverju sinni og að þau séu leyst fagmannlega. En svo kemur raunveruleikinn og bankar á dyrnar. Með sínum áskorunum, slæmu veðri, slæmum aðstæðum, ljótum aðkomum og hugafarinu sem að einkennir stundum störf viðbragðsaðila. Það að við komum hingað til þess að bjarga þessum manni, sama hvað tautar. Markmiðið að standa sig vel, fara út í veðurhaminn, við förum út og meðan aðrir fara inn, þetta hugafar, þessar pælingar. Það bjátar ekkert á svo lengi sem ég í Landsbjargargallanum og ég held ég þekki þetta hugafar og þessa ímynd. Okkur er nefnilega sagt frá þessu í fréttunum og hérna bara með léttu Googli fann ég þessar fyrirsagnir eða þessar klippur, þessar setningar úr fréttum. Ergo unnið við háskalegar aðstæður, þrekvirki var unnið. Þetta er svolítið vand með farið sem ég að bera á borð þetta núna og þið sjáuð alveg svona þetta sem ég leiddi ykkur inn á og sýnir síðan mynd af venjulegu manni og hann með svona hetjuskikkju. En þetta hugafar meðal annars getur svona mengað dómgreind okkar og þetta hugafar sem ég hef sjálfur séð og upplifað og heyrt af. Bæði í aðgerðum sem ég hef tekið þátt í og eins og ég segi bara í annarra manna aðgerðum. Og bara svona löflegt ef við pælum í þessu þá eigum við eiginlega ekki séns. Það alltaf þessi þörf fyrir að draga einhvern einn út úr og eignast hetju og
Hafið ekki séð bíómynd? Hafið þið séð Hollywood? Já, þannig þið sjáu alveg, sko, þetta bylur á okkur. Þannig það erfitt raunverulega í svona in the heat of the moment að ætla að vera rétt þenkjandi. Og þú veist, þetta kannski ekki risavandamál, en ég samt að bera það borð hérna núna að þetta svona, ég kalla þetta áðan, þetta mengar aðeins hugarfarið. Þetta getur leitt okkur inn á slóðir þar sem það erfitt að meta aðstæður rétt, ofmat á eigin getu, vanmat á aðstæðum, þessi tvö hugarfarir fara oft saman. Nú og hvað þá? Við þekkjum þetta áhættumat. Og ég á í svona persónulega í svona ástar-haturs sambandi við áhættumat yfir höfuð. Af því þau eru góð og gild og það nú stend ég hérna fyrir fram þennan sal og að segja eitthvað slæmt áhættumat sem ég ekki að gera. En þau eru takmörkuð. Meðal annars vegna þess að það verið að gefa einhverju sem mjög lifandi og væbrant einhverju ákveðin gildi. Og hver gefur þessu gildi? Ég, eða hljóðmaðurinn hérna fyrir aftan, eða þú. Og punkturinn þessi að við tökum eitthvað og notum eigin reynslu og eigin hugafar til þess að meta aðstæður og tróða þeim síðan inn í réttan kassa, eitthvað sem make sense. Og þið sjáu það bara sjálf hversu gríðarlega miklu máli skiptir, hversu mikla reynslu þú hefur af aðstæðunum sem þú ert að meta. Af því ég get staðið hérna og metið aðstæðunar því að færa mig hérna fram og mögulega detta fram að þessu sviði og setta inn í þennan kassa. Jón Viðar getur dæmt einhvern veginn allt öðruvísi. Þannig að það fer eftir típunni, það fer eftir í hvaða formi maðurinn sem að metur þetta hverju sinni og það fer eftir reynslu. Trikki. Gott verkfæri engu síður, þannig að ekki misskilja mig. Hvað segirðu? Þetta er samband. Nú erum við Jón Viðar farnir að tala saman hérna áhættumat. Mér langaði til þess að draga upp þessa hér, einmitt, eftir að hafa talað áhættumat. Og hér erum við að horfa á raunverulega tilraun, eða þetta er verk í vinnslu sem er unnið af snjóflóðasviði hjá Landsbjörgu til þess að vega og meta áhættu á móti ávinningi. Vegna þess að áhættumatið þekkjum við nokkuð vel með sínum kostum, sínum göllum, takmörkurum kannski frekar. Og þetta er sem sagt skýringamynd sem hefur verið sett fram til útskýringa vegna aðgerða í tengslum við snjóflóðahrinu á Austurlandi, þar sem meðal annars féll snjóflóð á íbúðabyggð á Neskaupstað og snjóflóðahætta var þarna viðvarandi dagabil og allt lokaðist. Það er viðvarandi snjóflóðahætta og þarna með þessari skýringu, erum við að horfa á áhættuás og ávinningsás. Hversu langt er forsvaranlegt að teygja sig út ásinn fyrir hvaða verkefni? Þegar við sjáum það að við erum raunverulega búin að setja það niður á blað, að við erum tilbúin raunverulega, það sem þetta segir, að við erum tilbúin að taka meiri séns þegar kemur það lífbjörgun, frekar en verðmætabjörgun. Og ég held heilt yfir að viðbragðsaðilar, menn gera þetta bara átómatískt. Við vitum af þessu, en þegar mikið liggur við og þegar þarf að taka ákvarðanir hratt og vel, þegar raunverulega, þegar bara þannig að það sé sagt líka, þegar manneskja liggur grafin undir snjó, þá skiptar mínútur máli.
Þannig sjáið í hvaða andrúmi þarf mögulega að taka réttar ákvarðanir. Hér erum við raunverulega að færast nær því að meta þessar áhættu versus ávinningslíkur. Þetta ekki fullbúið, en þetta í það minnsta að þetta ferli hafið, að setja þetta niður. Það má kannski segja að ástæðan fyrir það að mér langaði að bera þetta á borð hér að ég tel að það sé að fólk eigi almennt erfiðara með að meta ávinning frekar en áhættu. Við erum ekki jafn vön því að meta ávinning og áhættu. Og þetta sjálfur sér talað út frá sjónarhóli viðbragðsaðila. En ég held að þið sem sitið hérna í salnum getur raunverulega að nota þetta erindi og þessar pælingar inn í ykkar starfsemi. Gæti verið miserfitt fyrir eftir starfseminni, ég gerir mig grein fyrir því. En sérstaklega þetta mikilvægt að hugsa til þess að þegar eitthvað fer út fyrir það sem við köllum normal ástand, þegar þarf að bregðast við einhverju, hvort sem það slæmu veðurfærð eða koma rafmagni aftur á fyrir veitufyrirtæki. Við sjáum það til dæmis, og nú vona ég sé ekki að henda neinum undir rútuna, en við sjáum það að við höfum lítinn tolerans fyrir rafmagnsleysi. Þannig að við ætlum að koma rafmagni á eins fljótt og hægt sem þýðir þá að við sendum vinnuflokka út í mjög slæmar vinnuaðstæður til þess að þjónusta. Þannig að þið sjáu að það má raunverulega nota þetta áhætta versus ávinningur á fleiri stöðum heldur en akkúrat bara að meta aðgerðir gagnvart því að grafa einhvern upp úr snjóflóði eða aðgerðum í snjóflóðaaðstæðum. Í svona laufréttri samantekt þá raunverulega kviknar þetta erindi eða þessi áhugi á því að margar af okkar háskalegustu aðgerðum síðust árin hafa ekki verið lífbjörg heldur það sem myndi kallast endurheimt. Það sem að slæmir hlutir hafa gerst og við höfum verið útsett í langan tíma í erfiðum og hættulegum aðstæðum. Og þar af leiðir raunverulega bara þessi pæling öll að við verðum að meta áhættu á móti ávinningi. Takk fyrir það. Var ekki snöggur bara? Hvað segirðu? Var ekki bara snöggur? Þú varst bara mjög snöggur að þessu. Ég ætlaði bara að þakka þér fyrir og talandi mat, þá held ég að sé rétt mat hjá þér að sé ekki tilnefnt venjulegu björgunarsveitarmaður. En það ekki einu sagði, ég allavega þekki engan. En það engar spurningar úr sal. Ég held að þú hafi bara skilið fólk eftir með fullt af svona einhverju til þess að hugsa varðandi áhættumat og ýmislegt annað. Við þökkum þér bara kærlega fyrir, Freyr. Skulum klappa fyrir honum. Sömuleiðis. Takk.